Omega Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia 19, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't know. Hér á Húsavík verið að auglýsa eftir starfsmanni í nokkuð óvenjulegt starf. Já, það er sannlega óhætt að segja það. Við erum að auglýsa, já við köllum það að við séum að auglýsa eftir geimfara. Við erum að auglýsa eftir starfsmanni sem að fara bæinn í sumar með hjálm og í geimfarabúning og kynna könnunarsögusafnið Exploration Museum sem við erum að opna núna 24. maí. Já, og hvað? Þarf maður einhverja sérstaka hæfileika í þetta starf? Nei, í raunin ekki. Tvo góða fætur auðvitað. Það er menn ganga mikið og það er gott að vera í góðu formi auðvitað. Þetta svona tekur svolítið á. En að öðru leyti þá er það nú svona opið bara fyrir öllum og við óskum eftir bara einhvern sem hefur áhuga auðvitað á geimferðum. Þetta er spennandi fyrir þá sem hafa slíkan áhuga. Og starfinu fylgir þessi flotti geimfarabúningur. Hvar fékkstu hann? Herðu, hann virkar ekki þessi búningur. Þetta er sem búningur sem við keyptum af fyrirtæki sem gerir svona búninga fyrir kvikmyndir. Við vorum að leita okkur langaði til að hafa geimfarabúning á safninu og fórum í mikla rannsóknar vinnu og komumst að það er fyrirtæki út í Bandaríkjunum sem hefur verið að gera þetta fyrir bíómyndir. Töluðum við þá og fengum þá til að sauma fyrir okkur, þetta sér saumað og svo reyndar lentuður nú í svolítið vandræðum að tolla þetta, vinir mínir í tollinum þegar hann kom til landsins og enduðum með að flokka þetta með tískufatnaði en við vorum svo sem pirraðir í nokkra daga en hlægjum að því núna. En búningurinn er sem sagt þá í einhverju ákveðinni stærð þannig að hann passar ekkert öllum. Þannig að þú þarft að leita einhverju sem passar í búninginn. Já, við erum reyndar með 2 búninga, þannig að það er svo sem ekki vandamálið. Og hann er það mikill sig að það í rauninni getur, sá sem koma undan, við erum búin að setja fólk sem er allt frá því að vera 160 upp í 190 í hann og það gengur ákveðlega verið í honum. Þannig að það er rauninni bara, ef einhverju er áhuga á þessu þá er það í rauninni opið óháð stærð. Geimfararnir voru ekki svo stórir hins vegar. Þeir voru valdir yfirleitt vegna þess að þeir væru lágvæsnir. Nú, þeir sem hafa sem sagt áhuga á því að gerast geimfarar í sumar, hvernig bera þeir sig að? Herðu, við erum með síðu það sem er þetta sækjum, það er geimfari.com og þar fyllir bara fólk út umsókn og er þá komið í pottinn.